Góðu fundagestir, eins og komið hefur fram þá vika endurnýjanlegrar orku haldið núna 22. til 27. mars og í þessum töluðu orðum verið að halda ráðstefnur, vinnufundi og sýningar út alla Evrópu. Þetta í fjórða sinn sem að þessi vika haldin og til að vekja athygli á málefnum tengdum endurnýjanlegri orku. Á síðasta ári voru haldnir 300 viðburðir með yfir 30.000 þáttakendum. Enterprise Europe Network hefur umsjón með mörgum af þessum atburðum þessa vikuna. Við náum ekki að gera öllum geiranum skil hérna núna, en innlegg mitt á þessum fundi að fjalla tækniyfirfærslu sem mikið var leið í nýsköpun, jafnframt því sem ég kynni starfsemi Enterprise Europe Network, sem góð leið fyrirtækja á Íslandi til að komast í samstarf erlendis eða til að flytja út sína tækniþekkingu. Við erum alltaf að leita leiða til að komast áfram í lífinu. Þetta á ekki bara við okkur mannfólkið, heldur líka fyrirtæki og það má segja að þeirra lifibrauð sé einmitt það að komast áfram. Það gera þau á margan hátt, þau stunda rannsóknir og þróun, þau selja meira, þau kaupa önnur fyrirtæki eða þau fara erlendis. Það hægt að fara út í fleira en beina sölu þegar maður ætlar á erlenda markaði. Ein þeirra leiða að flytja út þekkingu og tækni í formi ráðgefandi starfsemi þar sem þekkingin og tæknin verður til hagsbóta og stuðlar að nýsköpun í öðru landi sem svo stuðlar aftur að aukinni samkeppnishæfni til dæmis í Evrópu. Þekkingar og tækni yfirfærsla öflug leið til nýsköpunar og aukinnar samkeppnishæfni. Það má eiginlega flokka það í 4 þætti sem yfirfærslu þekkingu frá einum aðila til annars, yfirfærslu þekkingu frá einni atvinnugrein til annarar, hagnýtingu fyrirtækja á þekkingu háskóla og rannsóknastofnana og yfirfærslu þekkingu fyrirtækis í einu landi til fyrirtækis í öðru landi. Eitt einfaldasta dæmið yfirfærslu þekkingu yfirfærslu þekkingu frá kennara til nemanda eða frá foreldra til barna. Annað dæmi liggur í árdögum þegar menn hafa flutt þá þekkingu á milli sín hvernig þetta kveikja eld. Og það hlýtur að hafa ollu gífurlegri breytingu á högum manna á þeim tíma og stuðlað að nýsköpun á mörgum sviðum. Yfirfærsla þekkingar frá einni atvinnugrein yfir á aðra, en það þekkt dæmi þegar þekking á fjöldaframleiðslunni eða fordismannum í kringum aldamótin 1900 með færibandavinnunni flyst síðar yfir á til dæmis fataiðnað eða yfir í fiskiðnað. Hér ekki ætlunin að fjalla Elvis Presley, en það væri svo sem ekkert verra að gera það. Heldur að vekja athygli á þeirri þekkingu sem hlýst af rannsóknum inn í háskólum og hversu mikilvægt að hagnýta þær til hagsbóta fyrir þjóðfélagið í formi nýrra fyrirtækja og aukningu starfa. Þetta oft kallað á góðri íslensku spin-out og spin-off. Hér 2 dæmi. Við þekkjum efra dæmið frá Marel þegar að 2 verkfræðingar við Háskóla Íslands byrja að kanna möguleika á að þróa og framleiða vogir með það markmiði að auka skilvirkni og framleiðni í fiskvinnslu. Sögu Marels þekki við en það stofnað 1983. Prófessor í lífefnafræði við Háskóla Íslands byggði hina einkaleyfisvörðu penzímtækni með ensímum úr þorski. Að baki lágu áratuga rannsóknir á ensímum úr slöngueitri, ensímum úr þorski og niðurbróti trypsíns úr þorski á sjúkdómstengdum próteinum úr mönnum. Ensímtækni var stofnaður árið 1997 en í rauninni byrjaði að þróa lyfjaensím úr suðurskautaljósátu fyrir tæknifyrirtæki Ferson en sem lagði upp laupan árið 2000 en ensímtækni hóf þá að framleiða og selja sína vörur. Það má geta þess að svolítið sérstakt að orð líftækni einmitt að nota tækni, ensímtækni inn í sínar vörur. Þannig að við erum með tækniyfirfærslu innanlands líka á milli fyrirtækja. Hér ein leið tækniyfirfærslu einmitt það sem ég sagði áðan að þekking fyrirtækja í einu landi flyst yfir til fyrirtækja í öðru landi. Og hér verið að vísa til möguleika okkar Íslendinga á að flytja okkar tækniþekkingu til Evrópu.
Tækni og þekkingaryfirfærsla eru ekkert ný orð. Þau eru kannski ekki mikið notuð samt hérna hjá okkur, en við höfum til dæmis út allan heim tækniyfirfærslu miðstöðvar, Technology Transfer Offices. Það til dæmis mjög stórt tækniyfirfærslu batteri, ef maður svo má segja, í Asíu. Allir stærstu háskólar Bandaríkjanna hafa tækniyfirfærslu miðstöðvar. Við höfum aðgang að norrænni tækniyfirfærslu miðstöð og svo höfum við Enterprise Europe Network sem stærsta tækniyfirfærslu miðstöð í heimi. Enterprise Europe Network í raun mikilvægur þáttur í stoðkerfi nýsköpunar á Íslandi. Þjónustan ætluð litlum og meðalstórum fyrirtækjum, rannsóknastofnunum og háskólum. EEN staðsett á 3 stöðum og yfirumsjón með framkvæmd starfseminnar á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Starfsemi Enterprise Europe Network sem sagt á útflutningsráði hjá Rannís og hjá Nýsköpunarmiðstöð og flettast inn í þá starfsemi sem fer fram á þessum stöðum. Skulum aðeins kíkja á tækniþekkingu orkugeirans á Íslandi. Í rauninni hef ég bara sett þarna á blað og tel það hér upp í rauninni, það kannski að við höfum gleymt einhverju, en það má nefna þetta jarðvarman, vatnsaflið, sjávarorku, vetni, metan, lífmassa, orkuframleiðslu, geymslu orku, orkunýtingu og dreifingu hennar, vistvænar byggingar og orkusparnaður. Þetta gefur okkur mjög mikla möguleika. Við erum auðvitað í hörku samkeppni við aðila út í Evrópu. Menn eru að þróa sólarorku og vindorku og þeir hafa ekki gefist upp á kjarnorku. Þannig að við þurfum að halda áfram að skapa okkur sérstöðu, efla þekkingu okkar og til þess að styrkja samkeppnishæfni gagnvart til dæmis Evrópu eða öllum heiminum, til þess að ná að selja þessa þekkingu sem við höfum. Og það mjög mikilvægt að þegar við förum í þróun, að það sem við erum að þróa, að það sé notandavænt og auðvelt að flytja yfir, til dæmis ef við tölum Evrópu, að það sé auðvelt að ná eða nota þá þekkingu sem við búum yfir. Kíkjum aðeins á hérna hvernig orkugeirinn í sambandi við Enterprise Europe Network. Við höfum skráð 16 fyrirtæki og rannsóknarstofnanir hjá okkur á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Þessi fyrirtæki hafa 8 prófíla inni sem lýsing á starfsemi þeirra og tækniþekkingu. Þau eru með samtals 46 óskir frá erlendum aðilum samstarf. Og þetta út alla Evrópu. Þau hafa sjálf lýst áhuga á að starfa með 20 fyrirtækjum erlendis. En það bara eitt samstarf í deiglunni og það bara ekki nógu gott. Samkvæmt þessu þá ættum við eiginlega 60 samstarfstækifæri í Evrópu og það þarf að fylgja því eftir. Ef við drögum bara helminginn af, þá það samt 30 mjög raunhæf verkefni sem hægt að vinna í orku með tækninni hérna heima. Það mætti segja að það sé nú þegar tækifæri á þessum 30 og það kom fram á nýsköpunarþingi í gær í ræðu rektors HR að við værum í 97. sæti hvað varðar yfirfærslu þekkingar og við erum í 67. sæti hvað varðar yfirfærslu tækni ef við förum í þessa InSeed rannsókn sem nýlega búið að birtast og þetta af 130 aðilum. Hins vegar erum við í fyrsta sæti þegar við erum að taka á móti tækniþekkingu erlendis frá. Hér nýlegt dæmi sem kom beint inn á borð til mín bara síðustu helgi og þetta sem sagt kollegi minn sem notar óhefðbundna leið, hann kemur beint inn, hann fer ekki gegnum netbankan en það sem sagt beiðni aðstoð frá Tyrklandi og ég hef sett þarna rautt, það eru svæði vestamegin í Tyrkland sem að mjög mikið að spá í jarðvarma orku og þannig beinlínis að leita eftir að við aðstofum við að gefa upplýsingar hvernig við förum að þessu og þetta hann talar Iceland, one of the most important geothermal countries og við eigum í rauninni að uppfylla það sem að mönnum finnst okkur erlendis og í rauninni mun ég hafa samband við aðila upp á að reyna að koma að þessari, þetta klárlega þekkingaryfirfærsla og í framhaldi af því getur orðið mikil tækniyfirfærsla í formi
beinna verkefna sem að koma í framhaldi af þessari aðstoð við Tyrkland. Svo hann líka, ég mun líka hafa sambandi við aðila upp á það þá vantar einhver sérfræðing til að flytja erindi á ráðstefnu sem fer fram núna 10. apríl. Eitt af því sem við bjóðum upp á í okkar starfsemi fyrirtækjastefnumót erlendis. Tilgangurinn þar að komast á stuttstefnumót, hálftímafund með fyrirfram ákveðnum aðilum sem fyrirtækin hér heima hafa sjálf valið í gegnum ákveðin gagnagrunn eða þar sem erlendir aðilar hafa valið þá sem hafa sett sig inn í þennan grunn sem að tengist á þessari ráðstefnu eða þeim ráðstefnum sem við bjóðum upp á. Ein slík núna All Energy í Skotlandi og ég mun rauninni hafa samband við aðila og bjóða upp á að taka þátt og það sem við gerum líka, við förum á staðinn og sitjum fyrir fyrirtækin ef þau eiga ekki heima gengt. Ég ætla aðeins að í rauninni að ljúka máli mínu með smá myndbandi sem sýnir svona gefur ykkur meiri innsýn í starfsemina. Pascal Saint-Prin is a nomadic entrepreneur, always on the lookout for new ideas and partners. This Frenchman has just created a company called Ergo in Cambridge in the United Kingdom. But instead of turning to banks that no longer give out loans or do so at high rates, he went looking for a partner to take charge of the development and commercialization of his leading product, a mobile terminal with touchscreen. Je cherchais des partenaires pour développer des applications spécifiques à des marchés spécifiques, par exemple le marché médical. Et j'ai trouvé cette société en Espagne, Flowlab, qui avait déjà en développement un logiciel pour ce marché-là. To find a potential business partner, he contacted a local branch of Enterprise Europe Network. This network, funded by the European Commission and covering all of Europe's regions, provides advice and services to SMEs. In Cambridge, Hendrik Pavel is advising Pascal. We give them some friendly criticism and try make things simpler. Suggested that in the profile text you have them. Using the network's powerful business partnership database, he was able to select a list of the profiles of companies likely to be of interest to Pascal. They had organized for me to attend the GSM 3G conference in Barcelona, and they paid for it actually. And there was some kind of a brokerage event where we could meet different companies. These brokerage events, a sort of speed dating for business people looking for partners, were organized in Barcelona by Marc Gracia. Marc is a consultant for the Catalan branch of Enterprise Europe Network and meets regularly with Federico de Gispert and Pascal's new partner. Poco a poco, al cabo de los años, vas conociendo a la gente. Y luego siempre te hace creer que tú eres especial. Oye, para ti he encontrado, ¿no? Entonces, claro, dices, hombre, Marc, gracias. Vamos a ver. Para nosotros, Marc es un socio, porque en el fondo lo que nos permite es, cuando nosotros detectamos y hacemos antena de conocer eventos, sitios, misiones comerciales, es el que nos facilita a empresas pequeñas como nosotros el poder llegar allí. The final product, born of the partnership between Pascal and Federico, is a domestic telemedicine service. Currently being tested in hospitals, it's also used by individuals, including Federico's own grandmother. Entonces el médico podría ver cada día las mediciones que te haces la tensión. Entonces un día podría decirte, Tomasita, que estás a 95, deja de bailar. ¿Sabes? Sí, pues creo que está muy bien esto. ¿Es que está bien? Sí. Federico also remains in regular contact with his new partner, but from a distance. Pascal, how is it going? Yes, it's running fine. I wanted to know how your customers are doing these days. Have you got any news and any progress? With Hendrik's help, Pascal is now looking for new opportunities to broaden his market further. This first success has given him confidence. Enterprise Europe Network is a success too. Since its launch in February 2008, it's already provided information and services to nearly 2.5 million SMEs. As well as helping companies to find partners, its 570 branches in 44 countries guide entrepreneurs through applying for European funding, financing and grants. The process can be daunting for small businesses, but with the help of the network, this money can make a big difference during the current credit squeeze.